Sagan segir mig í dag verið yfirskriftina Hann sagðist heita Bob. Það gerist ekki alltaf að við ýmist sjáum engla Guðs eða heyrum vængjatíð þeirra, en sannfærumst þó nálægð þeirra. Þetta gerist sérstaklega þegar þeir eru til staðar þegar við lendum í miklum háska og þurfum svo mikið á hjálp þeirra að halda. Konan sem að segir eftirfarandi reynslu sína var á ferð á þjóðvegum Bandaríkjanna á leið í brúðkaup vinkonu sinnar. Þetta var hávetur og veðurspáin varaði fólk við ferðalögum á þjóðvegunum vegna mikillar snjókomu og hvassviðris sem líklega skylli á fyrir kvöldið. En konan taldi sig geta náð á áfangastað áður en stormurinn myndi skella á. Í fyrstu gekk allt vel, en svo skall stormurinn á og konan átti erfitt með að sjá vegkantinn og svo var orðið mjög svo hált að áður en langt leið hentist bíllinn langt út af veginum. Hún fann hvernig bíllinn veltist heilan hring áður en hann nam staðar, en þó uppréttur á sínum 4 hjólum lenti hann. Ég heyrði sjálfa mig hrópa á Guð í örvæntingu minni. Loftbelgurinn mín megin í bílnum hafði blásið upp í andlit mitt og ég fann að ég gat engan veginn hreyft mig. Og ég gat heldur ekki að opna dyrnar. Ég fann að blóð rann niður kinnar mínar og mér verkjaði allan líkamann og mér fannst eins og ég vera lömuð. Þá heyrði ég að bankað var á gluggann yfir farþegasætinu og maður spurði: Ertu illa meidd? Ég komin til að hjálpa þér. Mikið var ég glöð að sjá manninn og bað hann að hjálpa mér út. En hann kynnti sér sem Bob. Hann sagði mér að fjölskylda í öðrum bíl sem hefði ekið á eftir henni og séð þegar hennar bíll ók út af veginum væri nú þegar búinn að hringja á neyðarhjálpina. Menn væru því rétt ókomnir á staðinn og myndu bjarga henni út úr flakinu. En ég skal koma inn í bílinn og spjalla við þig á meðan við bíðum. Og þetta gerði hann, og hann sat með mér við hliðina á mér. Tók blíðlega í hendi mína og uppörvaði mig. Þá fann ég til svo mikils friðar og það var sem sætast streymdi mig alla. Þrátt fyrir það að ég reyndist allmikið slösuð, svo fór hann út leið og björgunarliðið kom á staðinn. Þegar þeir náðu að klippa toppinn af bílnum og báru mig inn í björgunarbílinn, sagði ég þeim frá Bob sem var mér til svo mikillar huggunar á meðan við biðum eftir ykkur. Hann sat hjá mér í bílnum allan biðtíman og menninni litu hvor á annan og sögðu síðan við mig: En það var engin maður hér á ferð á undan okkur. Hann hefur heldur engan veginn geta komist inn í bílinn og setið hjá þér, þar sem við urðum að klippa allan toppinn af bílnum til þess að komast að þér. En ég var svo sannfærð að maður að nafni Bob hafði setið hjá mér að ég varð að komast að raunum að ég hefði ekki séð ofsjónir eða draumsýnir. Allt í einu mundi ég eftir því að Bob sagði mér
frá fjölskyldunni sem á sá slysi gerast og sem Bob sagði mér að hefðu hringt á björgunarsveitamennina. Spyrjum þau Bob, sagði ég, og þeir urðu við bón minni og kölluðu á fjölskylduna að koma að sjúkrabílnum til að segja mér hvað þau sáu. Og þau komu til mín og fullyrtu að engin maður hefði sést á staðnum og undan þeim og undan björgunarmönnunum hefði engin verið á staðnum. Nú sannfærðist ég það að Guð hefði sendt engil sinn mér til hjálpar, jafnvel á undan björgunarmönnunum. Nokkrum dögum eftir slysið fóru menn með tækjabúnað upp í fjöllin til að sækja bílhræið. Þeir tóku líka myndir af því sem sýndu að hlið bílsins farþegamegin var svo illa kramin og illa beygluð eftir að hafa lamist utan í stórt tré. Þessi menn fullyrtu að engin mannlegur máttur hefði getað opnað dyrnar og komist inn til mín án þess að klippa toppinn af fyrst. Þarna var Guð svo sannarlega til staðar. Ekki spurning í huga hennar né í mínum huga eftir lestur á þessari grein.